er stutt. Já, ég get alveg gert það, þú veist, samlingar.
kaffi. Mjólk. Gekk bara helviti vel. Já, ég finnst það að gera. Sáttur. Meira það. Örugglega ekki. Gleymdi að senda dansa. Það er bara staðið í búðinni. Hvað segir þetta? Hindi svona á ljóla að það var byggnað. Nú, ekki með svoleiðis. Það er það fyrir í. Það er ágætt. Hvað getur mikið inn á? Glátt úr búinu. Mikið ljóðar spúl núna. Ég er bara ekki búinn að fá ná almennilega að hún vinna. Nei, ég finn ekki. Hún er svona þennst að byrja með þetta. Það er svona, lækifaktanlega það sá líka að þessi innspilninga sample learning. Já. Ef hún skilur eitthvað allt þá bara er þetta við. Það var ekki nógu gott. Það er ekki alveg. Það er bara... Nú, já, það er svolítið. Verða ekki að sjóka það. Það getur ekki náttúrulega að það getur ekki svona. Jæja, við erum búin að gera tímatökur. Keppnin hefst svo ekkert fyrir 2. Þannig að áhorfendur, þeir sem eru þarna, getið rölt í pittin og séð tækin og svona. Það er nú bara gaman að því. Og með 4 fucking stík. Róðan að saki. Það er svona mikil háæða, þú þarfst að vera með hérna. Þetta er siglu fyrir það, þú? Já, þetta er svona gaman það. Já, ok. En já, ég er eldri. Já? En þú? Nei. Allt saman hálfið þetta með núna. Já, það er gott. Og alltaf hafið þið. Já, nei, ég ætti bara að byrja tíma þér. Það er spáðan á hólinn. Það er bara, við erum búin að gera fyrirlega og núna er það að kæmja til stöðu og það er ekki fyrir þér. En þið kemst að mig. Þeir og... Það er ekki komið
könnuna. Já, ég fór. Það sagði ég ekki. Tragar. Bergi kom hann og það er það. Við kannski að þetta verið að breyta hérna og það er ekki að Max. Hérna bæði Max.
Ha! Var? Ha! Hej!
bara, það var svona bara toast. Hvað er stík? Reyndu að brjótast þegar ég fór því. Þau verða bara fleiri. Líka saman með hérna stein. Það er þeir verða bara fleiri. Hvernig verða þeir fleiri? Það var bara svona hjálp nú. Nei, þú getur ekki prýtt út í blað. Ég má hendur þér í svona flýst. Nei, þessu húð. Nei, ef þú hendur í vatn og lætur það verða tvær. Vatni verður tvær, ok? Með blað, nei, blaði. Ég er að fá að hafa vatn, blað, sem þeirra.
samla okkur líklega. Nema lögðar. Það er að því að... Nei, bara að því ég spyr pappa, hann truflar nokkuð hann. Og svo þegar ég spyr lögðar, nei, en þú fækst í gær, en það er nefn í gær. Ég var 10 ára. Hvern hvað? Það má ekki. Það er bara númerið. Já, það setur númerið.
Þarna, hana. Já. Ekki þannig hana afskla. Ég var að djóka. Já, svoleiðis. Hefðu bílinn 12 sekúndur rafmagnstöð? Já. Það að laga það Hún er með pening. Vandar á því, það var bara samloka eftir. Já, það er stöðin sem er verið að fiffa. Það er meira, hann er eitthvað að reyna að fiffa það í gangi sinni. Hinum megin? Já. Electricity. En er til kaffi? Ég ætla að fá mér að stöða. Það er kaffi kallaði þetta. Nei, ég segi það. Þráttur að væri volt, sko, þá væri ég alveg mjög ánægður. Það var ekkert samloku við ykkur, já. Þú verður að bíða. Það er eitthvað langt í þetta rafmagna. Það verður að handla maður afstöðun á þetta magni. Ég ætla að fá Hvernig sleikjótt með jarðaberja? Hún er niður á mig. Það er bara eina. Máttu ekki bara borða þetta með steikju? Hann hafði bara eina.
síðustu fæða
884 197 km og á 2 tímunum 6:41 á 185 km. Það er tilkynning frá keppnisstjóra. Keppendur skulu vera við keppnistæki sínir í pitt, þannig að sé hægt að klára á rótinu. Ef að keppandi er ekki við tæki sitt þegar hann er kallaður upp eða vantar hann á línu, þá verður bara hvernig keyrð á hann. Það er svo ekki hlutur að koma með það. Takk fyrir. Ég endurtek, ef að keppendur eru ekki við keppnistæki sínir í pitt þegar á að kalla þá upp, þá keyra þeir bara ekki ferðina. Það er bara svo einfalt. Við ætlum ekki að leita allan pitt að keppendum. Það að standa við keppnistækin sín. Punktur. Hann opnaði mitt lenti því að hann þurfti bara að skipta vél í bílnum. Bara fyrir 2 dögum tók hann þessa vél í hann, 434 smallblock sem gefur hann Pontiac Sunbird á sunnan. Hann er núna búinn að vera 640 en ekkert nýtt neitt sem er bara mjög góð rétt svo af kennitímanum sem við gefum fyrir flokkinn.
hann har líka mjög langa feril í spinnu, búinn að keppa í þessu ábyggilega síðan 95 eða eitthvað. Setti hann Íslandsmet í 8. standaflokki eða tíma 6:70. Hann hefur byggt þarna bílið til besti 5.80 á nýtóri en náttúrulega það er bara 6,3 sekúndur. tíminn 668 og 169 km/h. Nú erum við komin í T-flokk, eða þá 6,9. Gjössamlega lyfti hjólum, það var bara svo bíkinn að búið að setja hann upp á aftan. Núna voru þið búið að slikka frjókendingar til, svo voru þið verið hann aðeins stægari núna hjá hann.
Enerpåling av var 6.94, så det er siden hadde mye efter det flokken. Det var 6,9 sekunder kendetime. Og hann tapaði þessari ferð, hann keyrir undir kennitíma sín og fer 6.63 og 166 km hraða, sem er Einar Rafn vinnur með tíman á 6.95 á 146 km hraða. Merklas og Blazer. Han måtte Barowski Racing Engines Mustangen. 79 Volkswagen Mustang med 408 vinster, som man kakler skal gæse under Akea. Dette er ikke flere biler som er mye høyt lyset på. Akea er nå etter 6,9 km. På 706 og þetta 708 hjálm og með mjög svipað viðband að munaði 0,01 sekúndu að myndi að viðband er hann Haukur Baldursson með B58 Toyota Super Nimos mótorn Brynjar Kristjánssoni og sinna í Engi búinn að keppa við hann Brynjar hérna fyrir norðan í þessu flokki, svo hann er ábygga gaman núna loksins einhver að spæra sig við hann. Brynjar segja þessa ferðartíma 7.53 svo það er hann að Haukur keyrir undir kennitíman fyrir 7.39 á 153 km hraða. Sýnir að þetta sé hægt. Núna höfum við Brynjar með ykkur, hann Hafdís Ölmu og sjáum við góðröttu með 38 smáblokk og í brautinni fjæri ykkur hann Mansi og Pontiac Transan með XS Vaffe 6 bík sko og Ossadegari. Hann Mansi hann er með að keppa Matti Sigur Markus Íslandsmeistaratitilinn. Öll stíði núna gilda, það er búið að tegjast á þegar mikið það og vonandi nær Mansi uppið hans. Hafdís tapar þessari ferð með því að fara tímanum 7.88 og það Mansi vinnur með því að fara 8.20 aftur keyrir undir kennitíma sinn. Í brautinni nær ykkur er hún Ásthildur Sverrisdóttir á AMC Ramblum með 360 kubíka vél. Hún fer þessa ferð stöð. Þetta við höfum náttúrulega ennþá í 8,1 sekúndu flokku, eða þá TF. Hafdís fyrir nánast fullkomið 156 km hraða.
Hún er komin í TG, það var 8,7 sekúndur kilitímaflokk. Í brautinni eitthvað áhörðum þá höfum við hann Ágúst Halldórsson á sínum Pontiac Transa með 496 kúbikavél og í brautinni fjær ykkur Björgvin Þórsson á sínum Ford Capri með 4 kúbika BSTD Ford Venture. Stjána hvort það brotnaði eitthvað undan bílnum en það halda fyrir tímanum 666 á 107 km hraða. Hann er búinn að keppa á tímastík, keppt á gullspillinni, keppt í fullt af mismunni Íslandsmótunum. Ég með þess að mæta hann söður fyrir Íslandsmót. Það kom eitthvað rigning svo hann gerði ekki. Hann fyrir á tímanum 60 á 165 km hraða.
Hérna í brautinni nær ykkur er Nosti Melstedt og það er Tesla Model Y Play. Og í brautinni fjær ykkur er Haukur Halldórsson, lítum Chevrolet Camaro með 33 smallblock Chevrolet og ábyggilega smallblock. Þetta er alveg Hæ, það er að íta bílnum og sauks tilbaka við skilum að vera eitthvað vesen hjá honum sem því að það þýðir mest líka að Ásdís hún mun fara stök áfram í næstu umferð. Ásdís fyrir tímanum 7:99 á 182 km í Gauna. Það var eitthvað svona smá funky ljósabúnaður með við það að hún var með 3 sekúndur í 60 fitinn. Í brautinni nær ykkur á hún Aðalheiði Bjarnadóttir og í brautinni fjær ykkur á hún Hulda Sigurgerður. Við erum komin núna aftur yfir götuhjól undir 7. kúbikum. Sigurður tekur þessa ferð á tímanum 7:12 á 165 og 8:60 á 150. Í brautinni nær ykkur án Óla Ragnars á sína bláa Suzuki. Og í brautinni fjær ykkur er Davíð Þór á sínu götuhjóli. Núna erum við komin yfir í götuhjól yfir 7. kúbik. Davíð á 7:00 á 179 km/h. Núna erum við komin yfir í tíma 6 minútur. Við fengum að þykja lite Access og tekja koma að þykja lite Kappabossa. Á móti honum er Kristens Brynjar. Og sett hann gjörsamlega upp á stöðuna.
ekki sem að þetta er sturglaði bílar og flottir. Báður frekar nýlegin í þessu sporti. Kristens núna bara að keppa sína fyrstu keppni og Eyvindur ekki búinn að keppa mikið. Kristens keyrði tíma fyrir tímuna 6.83 sem myndi gefa hann baneitaðan í flokki fyrir ofan þegar Eyvi vinnur á tímanum 7.15. En ég er með stökferð í tíma 7.50 Þetta Haukur Baldursson setur þetta super B58 600 með turbo. Víst að sá sem var með í tímatökunum á sínum Mercedes-Benz stuffbíl, hann börd öxu það því að þetta er basically bara slaka. Mikið spóð á stað frá tímanum 8.77.99 km þegar hann ábyggur að gefa upp brautavald og hann til beinja í næsta ferð. Hérna er brautin nær ykkur ef hún Hafdísanna og sem við sjáum við Corvettu með 33 Smallblock Chevrolet. Og í brautinni fjær ykkur er eini Magnús Víglundsson og sem Subaru Impreza Vaffa-X STI. Hafdís gefur undir tíma aftur 8.07 og móti 8.10 dælinni sem er að hann Magnús vinna þetta 8.51. Það er einir, afsaka mig. Í brautinni nær ykkur er hann Sigur Markus og þessi Jeep Grand Cherokee og í brautinni fjær ykkur er hann Pétur Freyrik Steinþórsson og sem sjálfur Camaro með XT1 vél. Þessi eru tveir bílar sem er frekar nálægt 8.1 sekúndur keppni. Þetta eru tveir bílar sem ættu búið mjög jafn á spilli. Sigur Markus hann er núna að keppa fyrir Íslandsmeistaratitil og er nummer 1 í stigunum. Pétur Freyrik tekur þessa ferð á tímanum 8.41 og móti 8.41 líka á Sigur Markus. Hann Pétur tók að bara upp á viðbæri að gera. Eða betur þetta sem Mansi. Mansi er við núna að keppa fyrir Íslandsmeistaratitil og sínum Pontiac Transa og þá mætti ég alla keppni og búinn að brjóta eitt dreif og svo söng þetta í dreifinu í annara keppni og þú veist, hann var partur af þessu. Ástæður kemur undir Mansa þegar Mansi þetta áfram. Núna er komin í 8.7 kennitímaflokk. Í brautinni nær ykkur hann Björgur Þórsson komin í nokkuð keppi með 40 meter. Og í brautinni fjær ykkur hann Ágúst Halldórsson á sínum Pontiac Firebird með 496 kubika Chevrolet mótor. Og rosa power Transa minnum, hann er alveg búinn að vera í spólu-racinu, þetta er svona bensín-racer og svona.
hérna yfir höfuðvesen, en hann er hana með. Björgvin tekur þessa ferð, þegar 9:06 á móti 9:50 hjá hann Ágústi. Hróttaði eitt spól út að sína að hann er bara að vinna um götudekju með allt þetta af. Í brautinni nær ykkur er hann Sigurgerður og í brautinni fjær ykkur er Ingibjörn Sigurðsson. Núna víst að við erum komin hérna í götuhjól undir 700 cc. Hundarinn er nú bara í spólvesinu þannig að þessi tapa ferðin. Ingibjörg fyrir tímunum 6:98 á 168 km/h og þetta er 8:61 á 158 km/h. Nú komum við í G+ flokkina. Þessi tveir eru einmitt líka berjast og Íslandsmeistararnir. Ólafur frá sunnan. Hann að segja þess að fyrir tíma 6:29 og þetta 8:17 hjá Ólafur og hann hætti spólvesinu. Næsta spilna hérna er í TSC, þetta 6,30 indexflokki. Í brautinni nær ykkur er hún aftíksmeðstæð, það segja Tesla Model Upsilon Plate. Og í brautinni fjær ykkur er Cyberpunk að sinna bekkur og í Division. Þetta er bílar sem hefur mjög svipaða bíla þegar við höfum til að bunga Tesla á móti bensíns afturhjólina gamla góða Cometin. Asti segja þess að ferða tímanum 6:60 á 182 og mátti Sævari fyrir tíma 6:65 á 168 km/h. Nú erum við komin hérna í TD-flokk, það var 6,9 kennitíma. Í brautinni nær ykkur en Eyvindur á sínum GMC S15 pickup með 5,5 dagdress og blása og í brautinni fjær ykkur er hann Einar Einarsson og segja Camaro Magdress og Nitro. Þessi bílar koma hvorur orginal Magdress Þetta er tvei bílar hérna báðir frá norðan.
4 145 km/h og det ene var med 707 av 158. Toyota Super med B58 600 motor, twin turbo, kemur halvtunnel fra Ameriku. Þessi bíl frá Toyota Selfossi. Og svo höfum við Brynjar Kristjánsson, sem var nógu með 400 kubika smáblokk. Hann kemur hérna að norðan. Og svo er Brynjar ekki til að leika við sig, hann bara búinn að gera einn hérna í öllum keppnum. Það þjóðstakt OK undir hjá hann Hauki á súpunni sem að Brynjar nóg að tekur sigur og þetta er þar af leiðandi sigur í þessu flokki í dag. Hérna í brautinni nær ykkur er Pétur Guðjónsson. Það er sjálfur Camaro með XT motor. Og í brautinni fjær ykkur hann Reynir Magnús Víglundarsson. Það er Subaru Impreza WaffeX STI. Magnús hefur kemur 917 á 180 km/h. Núna hefur hann í brautinni nær ykkur Kristján Skjóldal með Porsche Taycan með 465 kubika big block og búinn að ná slíkt meðstætt að síðan Tesla Model Upsilon Play. Hún er búinn að vera að staða sig ótrúlega vel og það er engan meina hakningar neitt annir með þessi 400 rafbíl. Hún fer að vera ljósið að Kristján Skjóldal tekur automatík sigur. En afsýst fer samt á glæsta tímanum 667, 181 km/h í tapið á meðan Stjáni Skjóld slæðir af og fer 12:14 á 55 km/h. komin.
nú að sjá við hann Björgvin Þórsson hann að bleita burnoutboxið. Út af bílarnir þurfa að keyra ný til að bleita dekki fyrirfram þegar þeir fara að spóla svo þeir fara léttara með það. Það hita dekkin til að þá náttúrulega ná greipi. Þið vil ekki aðeins afsaka truflanirnar, smá tæknilegir erfiðleikar hérna. Sá sem á bíl með númer SFB02 endaði til að færa Dodge Ram 400. Það er bara rosalega fínt hérna, hann er fyrir ykkur. Gulleina, hann var að pröfa hann í dag, hann núna með galaði nýja vél. Það með að minna. Öllur áli Chevrolet 602 með rafmagnsspinningu og það verður notað 9 á basanum. Þessi bíl var fyrir sérsmíðað frá grunninn á Íslandi. Allt ekki bara fyrir að taka Mustang og bara skoða henni svolítið. Það er sem það er að gera.
rekord á hraða. Hann setti bara besta fæti í dag, svo ég segi bara til hamingju með það. Ég bara svona að minna alla á það, sem alla áhorfendur okkar, það verður líka önnur spyrnaðan á morgun, sem verður þá minningamót BA. Endilega, allir mæta líka það verður bara gjörsamlega jafn skemmtileg, ef hérna hefur ekki skemmtileg spyrnaði en þessi var. Bara það er búið að hörku spyrnaði í dag og hún verður líka hörku, sko. Ég mæli með að mæta. Muna líka eftir keppnina sjálfa, sem ég trúi ekki að hún sé alveg lokin. Það var allt flokkur, þar sem hann virkar þannig að það byrja hægasta tæki og svo fyrir næst hraðasta. Ágætlega 2 hörskustu bílar á svæðinu, eða hjól, mæta skorður. Ég mæli með að bíða hennar fyrir það. Ég er ekki samt ekki alveg viss hvort það sé fyrir eða eftir tímatöku. Ja, verður fyrir ykkur, afsaka mig. Munur að koma með smá tæknileg erfiðleika sem því að það munur að keyra réttingaferðir í 8,10 sekúndur flokki eða þá TF flokki. Það leiðir rétta mistök sem komist hennu.
að fá að drekka núna? En dan hebben we núna eina sýningarferð hjá honum Hlyn. Hann er á sínum plast Chevrolet Camaro með 706 kubika Chevrolet motor. Hann er gætið að taka sínu program. 492 ára, maar ég ekki að mörgum en þá var ekki brauð að þetta er makar fyrir rauða bíl. Hlynur fer 4.87 sem ég trúi því að það jafnar Íslandsmet í dósamaflokki og ég held að setja líka bara brauta með hérna, svo bara til hamingju fyrir það. Hérna í brautinu næði eitthvað áhörundunum en Sigur Markus, það er Jeep Grand Cherokee SRT8. Hann hefði með að keppa Íslandsmeistaratitil og er nummer 1 í stigurunum.
Á móti honum er hún Ásthildur Sverrisdóttir á AMC Ramblers 360 kúbika. Sigur Magnús tekur sigur á tímanum 8:35 út af því að hún Ásthildur kemur undir tíma fyrir tímanum 7:83. Í brautinni nær ykkur áhorfendunum er Ásthildur Sverrisdóttir mætt inn á ferðina á AMC Ramblers. Á móti honum Pétur Friðrik Steinþórssoni á sínum Chevrolet Camaro með 350 kúbika XT1 mótor. Hún Ásthildur tekur þessa ferð á tímanum 8:24:127 á móti 8:44:147 fyrir hann Pétur. Í brautinni nær áhorfendum er hann Sigur Magnús á sínum Jeep Grand Cherokee S8 á móti Mansa á sínum Pontiac Trans Am VF6 bíl. Þessi tveir eru einnig í fyrsta og öðru sæti
Ljósið segja þetta tíma 8.15 á 127 km og þetta 8.37 á 142. Nefnir núna, ef hann gauti mönnlega mættu hérna og hann er kannski ekki það stýningaprætt við okkur. Sem nú fjandi gott fyrir bíl sem ábyggja að smíða út í Amerika í 1985. Gautin er greipið núna og fer 4.93 á 231. Þetta er hamingið með það, Gauti er meðlega niður í 4 sekúndunar og langt undir sinn leiða búatíma. Hann eini Magnús Víðinsson tekur þess að ferð á súbánu sínum í svona ástættu segistandi þegar rauður ljós. Fyrst að skjóta þegar á rauða ljósa sinni að Halldór Hauks tekur sigur á tímanu 7.39. Næstin er komin aftur í TF 8.1 sekunduflokk. Hann Sigurður Markús er breytið nær ykkur og Jeep Grand Cherokee 78. Og hann Reynir Magnús er breytið fjær við ykkur af Subaru Impreza Waffa-X STE.
Sigur Markus tekur sigur í þessari ferð á tímanum 8:62 á 111 km/h. Næst kemur úrslitaferð í TF-flokki sem nú einmitt tveir menn sem berjast fyrir titilinn. Mansi á sínum hvíta Porsche Mafia FS6 á móti Sigur Markus á sínum Jeep Grand Cherokee S78. Þetta lofar på það að vera hróttaleg spinna sem nú ábyggja að skipta einu mesta máli fyrir þeirra skot á titilinn. Í bautinni nær ykkur Sigur Markus, svo sem í fyrsta sæti í stigunum. Og sínum S78 Cherokee á móti Sigur Radke á sínum Porsche sett af 20 stig á mikið þeirra ef mann sem vinnur, en ef Sigur Markus vinnur, þá þetta helvítið löng brekka hjá honum mansa til að ná honum. Eitthvað vesen með að Sigur Markus fór ekki inn í ljósin eða hvað sem kom fyrir. Mannsinn takna sér tók ferðina og vinna hana 9:72. Ég held að það er eitthvað hans að skoða þetta. Sigur Markus á móti honum Mansa innan ferðina.
sem fyrir rauðu ljósi og svo er þess líka þannig að hann hefur brotið á byggja daufbúnaðinn hjá sér.
Saka nýjum upplýsingum sem ég var að fá á að hlýðinu að setja nýtt Íslandsmet í dómsnámaflokki 4,9 þegar, svo bara óskilum enda til það mikið að sjá hann út í bit. Þegar við afsaka það hérna út af aukningu þá er búið að festa allt flokki eða bara hætta við það. Sem þýðir að það verður verðan afhendingin eftir og náttúrulega spilna á morgun. Svo við sjáumst á bara þá.
Kalli á þakinu, strákar.